Já, komið sæl, Elvar Jóhann Sigurðsson heiti ég og ætla að kynna hér lokaverkefnið mitt í vélstjórn og ég skrifaði ritgerð og þetta er fræðsluritgerð sem heitir Mengun frá skipum og mögulega lausnir. Mengun frá skipum er stór partur af öllu gróðurhúsalofttegundum í heiminum og skip hafa stórar vélar og vinna mjög mengandi orkugjafa og draga með sér dilk á eftir sér. Í verkefninu er fjallað skip á Íslandsströndum og skuldbindingar sem íslensku yfirvöld hafa komið sér í og svo mun ég koma með einhverjar lausnir sem mögulega eru fyrir útgerðarmenn og skipaeigendur til þess að standast þessar skuldbindingar sem við höfum íslensku yfirvöld hafa komið sér í. Skip og smábátar, þetta eru semst kaflarnir í ritgerðinni minni og skip hafa fækkað á síðustu árum en þau hafa þó stækkað. Þau eru láta orkugjafa skipa mjög misjöfn eftir veiðarfærum og hvað að gera, hvort það sé millilandasigling eða veiði og hvort það sé ferjur. Þannig að þetta er ekki bara, það gengur ekki eitt yfir alla hvernig mengun frá skipum er. Það sem mengun frá Íslendingum er mest á einstakling í ESB og EFT af CO2 árið 2016 og Ísland var í 8. sæti yfir þau lönd í OECD sem losaði hvað mest af gróðurhúsalofttegundum árið 2012. En stærsti partur af losun gróðurhúsalofttegundana er frá flugiðnaði og álframleiðslu og skipaútvegurinn og mataframleiðslan ber ábyrgð á 9% af losun. Svo verður farið yfir gróðurhúsaáhrifin. Þarna verður talað hlýnun jarðar og svo verður líka talað súrnun sjávar og Parísarsamkomulagið sem við skrifum undir 2015, 12. desember og þetta er markmið að halda hlýnun jarðar innan við 2 gráðu af mannavöldum en flugiðnaðurinn og alþjóðasiglingin er undantekning fyrir allt þetta. Svo er Alþjóðasiglingamálastofnun IEA og þarna eru þeir með markmið að losa 50% árið 2050 miðað við 2008 en þau sjá ekki fram að þessi markmið munu vera náð heldur halda að millilandasiglingar mun aukast 50% árið 2040 með 2008. Svo verður farið yfir tímabil Kyoto bókarinnar sem við samþykktum 1. apríl 2015 og hún snýst að draga úr losun 20% fyrir 2020. Árið 2023 munum við gera upp við Kyoto bókarinnar og við fengum kvóta fyrir losun og ef við fyrir fram með þannig kvóta fyrir 2020 þá þurfum við að greiða skuldir eða losun á kvóta. Svo í ritgerðinni var farið yfir orkugjafaskip og skip nota aðalega gasolíu og svartolíu. Hægt er að skipta gasolíunni í 2 parta, það er skipadísilolía og skipagasolía og svo er einnig, hér getum við séð súlurit yfir mengunarefnin og hér sjáum við við hvert grömm og kílóvattstund hvert efni er að menga með olíunni, tilteknu olíu. Og svo er raforkan, hún er vel þekkt og er búin að vera svolítið lengi en einungis í smærri bátum og ferjum en hún er oft þekktust sem tvíorkugjafar í skipum og skemmtilegt dæmi er Opal sem er hvalárskoðunarskip á Húsavík og hann er knúinn af vindorku og raforku og einnig getur hún hlaðið inn á geymana sína þegar hún er með skrúfunni, þegar hún er á vindorkunni. Svo fór ég í lausnir gegn mengun á skipum og þarna fer ég yfir smá yfir nokkra búnaði sem eru í boði og það eru nánast öll skip sem nota jarðeldsneyti sem aðal orkugjafa
og ég fór yfir í mengunarmælinn. Mengunarmælinn er í afgasinu á vélunum og þann getur mælt losun á öllu efnunum eða þessi 6 lofttegundir sem mengunarefni sem við erum að losa út með skipunum, og einnig er hægt að senda gögnin í tölvu og jafnvel í land og láti fylgjast með þessu þar. Og svo talaði ég líka um skröbberinn. Skröbberinn er í afgasinu á vélunum eða skipunum, og þetta er búnaður sem notar bara vatn til að skola niður mengandi efni, og það verið talað um gerðir og svo verið talað um aðferðir sem verið að nota við þetta. Það eru 2 aðalaðferðir, það er lokakerfið og OP-kerfið. Og Variable Injection Timing, þetta er búnaður sem breytir innsprautingatíma á eldsneytinu með við álag á vélinni. Það verður aðeins talað um það. Og Wärtsilä. Wärtsilä er einu fremstu í þróunartækni í nýjum veruleika, sem þeir sjá um að hanna og endur bæta skip, og ég tók nokkra hluti sem þeir hafa verið að gera til þess að minnka losun, og þeirra helsta verkefni var Wärtsilä 31. Þetta er vél frá þeim sem komst í heimsmetum Guinness og er sparneytasta fjórgengis-dísilvél í heimi. Þessi vél er VAF-byggð, hún er fáanleg í VAF 8 til VAF 16 og er á bilinu 4,2 til 9,8 megawatt og miðað við 720 til 750 snúninga á mínútu. Eldsneytisnotkun á þessari vél er 165 grömm á hver kílóvattstund, og annar kostur við vélina er að eftir 8.000 gangtíma þá er krafist þjónustuskoðun, en aðra hefðbundnar vélar eru 2000 tíma. Svo Wärtsilä með svona waterpack. Þetta eru aðalega 3 aðgerðir og allar aðgerðir snúast um það að koma vatni inn í brunahol vélar. Og fyrsti pakkin er bein innspýting. Þetta er bara spísið sem sprauta vatni beint inn í brunahol vélar og nær alltaf 50% lækkun á NOx. Svo erum við rakatæki. Þetta er vatn sem er sprautað eftir túrbínu og það fer rakt loft inn í brunahol vélarinnar, og við þetta erum við að ná alltaf 40% lækkun á NOx. Og svo er vatnsbætt eldsneyti. Þetta er þá er vatn írað í olíudropana og fer með því inn í brunaholið, og það er lítil nýtni á þessu. Það er 15 til 25% lækkun á NOx, en aftur á móti heldur þetta brunahol við vélar, stimpla, útblásturskerfi og smurolíunni helst mun hreinni með þessum búnaði. Svo NOR-kerfið. Þetta er bara mengunarsía sem er sett í afgas á vélinni, og hún notar júran til að blanda við afgasið og til að hjálpa við efnafræðilegt ferli sem fer í gang þarna. Svo eldsneytisspáin. Þessi eldsneytisspá heitir Business as usual og hún er alveg til 2050, og þeir gera ráð fyrir litla breytingu á eldsneyti, og þeir tala þarna að skip eru framleitt með þeim huga að þeir lifa í 25 til 30 ár, og þeir spá litla breytingu á eyðslu eða endurnýjun á vélum á þessum tíma. Svo mögulega lausnir sem talið að breyta kannski eldsneytisgjafanum, og lífdísilolían, hún kom skást út og það er hægt að blanda henni 5-10% við eldsneyti á þess að gera sérstaklega aðgerðir. Lífdísilolía á Íslandi er sjálfbær og hún er gerð úr afgöngum og olíum úr plöntum og alls konar. Orki framleiðir lífdísilolíu á Akureyri og var fyrst hugsað fyrir bíla, en rataði aldrei þangað, olíufélögin vildi aldrei kaupa þetta. Og Samir eru einn stærsti eigendur á Orki og þeir hafa verið að nota þetta á nokkur skip hjá sér. Og svo var bara stóra spurning í ríkjunni, eru til raunhæfar lausnir, og
þetta er hægt að finna bara í ritgerðinu og bókasafni í Menntaskólanum. Ég bara þakka kærlega fyrir mig.